Sælir. Ég dösti svo heitt í huga mínum að ég ætla að klára það þannig fyrir næsta. Mér langar svolítið að smita ykkur þegar við fyrir að líða eins og mér leið með Anubis á þessu mappi. Ég ætla að sýna ykkur að því við lendum svolítið í leiknum síðast í vandræðum á mitt, við fórum svolítið stopp hérna. Það var mótspilnað einhvern veginn úr öllum áttum og það var allt í fokki. En í þeim tilvikum þá þurfum við bara að ákveða, byrjum að því að berjast hérna. Við erum bara með byssur uppi. Við erum ekkert að fara að pæla í utility, við erum komnir með þetta plássinn og búin að klíra allt, ef við ákveðum að fara sem sagt short, þá er hægt að taka smókiðan og læna þið bara upp hérna, horfir hingað, þetta á að blúma hérna fyrir, þannig að þá fer allavega visual skjól, svo er náttúrulega þeir geta náttúrulega að spamma kassan en það ætti að vera safe, við verðum bara að vera þokkalega fljótir. Það er hægt að hoppa upp á kassan hér, það er hægt að hoppa upp á kassan hér. Sjá, kontroll hjá mér er orðið svo sensitive að þetta er feila stundum hjá mér núna. Það er að vennast þessu. Þannig, já, basically svo þessi strik hérna, það er hægt að hoppa hérna upp og þetta hér. Ef þið farið hér, þetta er mjög, þú veist, ef þú stendur, ef þú ert að defenda á short, þá ertu yfirleitt að halda þessum punkti hérna. En ef þú ert að fara upp hér, þá er þetta að horfa bara svona niður, alveg niður og double jumpa, fara í annað engur heldur en rétt fyrir neðan og til dæmis bara sem tól. En þennan smoke er hægt að taka bæði eins og ég sýndi ykkur hérna. Þetta er middle click, þetta er miðju click, þetta er sérst, hvernig ég útskýra það, þetta er, heldur báðum tökkunum inni og sleppir, ekkert hopp. Það er hægt að gera hérna, það er venjulegt throw, miðar á þennan litla punkt, venjulegt throw, þá lendir hann ekki eins en hann blokkar samt alveg upp í topp. Þetta er hægt að flassa líka ef þú ítir og nota þennan litla punkt hérna. Ef þið ætlið svo að fara, þú veist, ef þið hefði ákveðið að fara gegnum hurðina. Mollan sem að ég tók á Atla hérna í leiknum. Nú náttúrulega poppar ekki út af smóknum en sjá. Komist út eða eru fljótir og þá værið þið náttúrulega með, það er nauðsynlegt að vera með smókin sem er hérna. Allavega, ef við ákveðum að fara short, þá væri tilvalið að vera með einn gaur hér. Einhvers staðar best er að halda, finnst mér, ef þú ert að halda þá þarf það að vera alltaf þolinmóður og bíða alveg lengi vel þangað til í rauninni, þú ert að bíða þangað til að middgæjarnir eru komnir í bardaga upp á short, alveg sko hérna. Við erum að tala um þessi bardagi hér og þannig að hitlið sjá að þið sé að pusha. Þið verður eiginlega að ná pikki af því að við leiðum að drepa ykkur, þá eru hinn farin að hugsa, ok, það er opnun, við erum að fara að loka. Þannig þú heldur hér, basically, af því að þetta er mjög leiðilegt fyrir CT að pre-aima, það er enginn að fara að pre-aima þannig að þú setur að taka hann sko nokkru sinnum frá sömu stöð og þú nærðir þess ekki einu sinni, ef þú stendur alveg hérna uppið, þá nægir hann þessu ekki einu sinni, eða alla, það er mjög erfitt og þú ert náttúrulega alltaf að hugsa bakvið hurð þegar þú kemur út. Sá sem að fer long, hann getur annarkvort gert það hæglega ef hann er kominn framalega eða þú veist, ég ætla að spila þetta bara eins og því, þetta er mjög góð staða hérna en það dugar ekki að vera alltaf þar, það er fínt, þú getur verið hér, dodsa utility, þú veist, stendur hérna og menn ef þeir ætla að koma að klíra þá eru þeir yfirleitt ekkert að stíga inn sko, þeir fara bara hérna að kíkja, það er enginn hérna, taka sénsinn og fara í burtu. Þetta er lurk, ef þú ert hér þá ferðu bara án skrefa og svo leitar á helstu stöðum. Svo er ég með matadisk á borðinu eða eitthvað, þetta er alveg ferlegt. Gjör að kíkja náttúrulega, getur ykkur verið hvað sem er. Við reynum bara að ná í hnakkan á honum eða hann er hérna að skjóta á það á short strákana.
hvort það sem einn eða tveir hérna. Segjum að við værum tveir í þessu stuð, þá verður kannski fínt ef þeir farið bara báðir saman hérna, getið tekið einhvers konar jú til. Eins og til dæmis, skal ég segja ykkur, þessi hérna. Bara til að hjálpa sér þá fram hjá CT. Annars í rauninni ertu bara að reyna að berjast í bakið á gaurunum sem er að fæta short. Main power er short hérna í þessu. Ef við lendum í vesinni, við erum kannski búin að taka long, en svo erum við hér og við erum fastir hérna og við erum vissir að það er ekki nóg að smóka bara CT og taka áfram að því að það er kannski vappi hérna. Við erum búin að molla bílinn og enginn sýndi sig, þú veist, það var enginn að því horninu. Er þetta að molla þetta svona eða upp á tunnunni hérna, hurðarhúnninn góði. Tekur hornið út. Já, sem sagt, ef við ætlum að fara tilbaka og reyna eitthvað annað, við höfum tíma, það er hægt að taka þennan fake smoke, lænar upp hérna á þessum skugga, horfir hér, hoppar. Það er hægt að gera þetta þá annarkvort ef við ætlum að rotita eða í russi. Og það er síðasti gæinn sem er að flassa menn inn á long. Það myndi allir fara long. Síðasti gæinn flassar tvisvar, tekur svo þennan smoke og þá ætti hann að vera poppaðir þegar þið eru að hlaupa þetta, annars bara bíðið eftir honum. Já, bara þú veist, tilbúin í að heyra einhverjar hugmyndir orðandi þetta líka. Ef að, já, líka option, ef að sem sagt þið missið mann til dæmis inn á short, þá myndum við vilja senda kannski bara einn long til þess að taka lurkið og þessi myndi joina hérna. Smókurinn er ennþá hérna í hurðinni, setjum hann einhvern veginn. Smókurinn er ennþá í hurðinni og þessi kemur, hann getur flassað hérna fyrir ykkur. Þið eru að vera að vita hvað þetta poppar allt saman. Þetta flass og horfir hérna hlaupandi á þessa línu. Þetta poppar hérna inni djúpt. Ef hann er komin nær, ef hann er komin hérna nær, þá þarf þetta að horfa hingað á þessa rústir hérna á veggnum. Þetta poppar jafnvel fyrir horninu hérna, ef maður er á nægum hraða. Sjáu það. Þannig, þetta er mjög gott plass. Eina sem myndi ekki flassast ef einhver gæi er hér, en það er ólíklegt að það myndi lendi að því að við erum með svo mikinn kraft að koma út úr undir. Þau væru allan búin að reporta hann að sjá hann. Já, endilega sem einhvern ykkur líst á þetta shit og subscribe-ið á kallinn.